Jæja, góðan daginn, kæru hreindýraveiðimenn og konur. Við ættum að vera komin í loftið í þennan útdrátt fyrir hreindýraleyfi árið 2024 og útdrátturinn fer í ár fram frá Akureyri, eins og 2 síðustu ár, og verður allt með hefðbundnu sniði. Við förum bara að vinda okkur strax í þetta. Kvótinn í ár er 800 dýr og umsóknir þessi dýr voru 3200 og þar voru 3196 gildar. Í ár eru 57 á fimmskiptalista og það þýðir það að þeir munu fara fram fyrir biðröð og fá upplýsingar sendar það fljótlega eftir útdráttinn eftir helgi. Nú aðra handhægar upplýsingar sem ágætt að vita og kemur þarna fram og verður upp á skjánum við og við varðandi að þeir sem eru heppnir munu fá gíróseðil í heimabanka fljótlega og greiðslufrestur er mánudagurinn 15. apríl. Síðan er þetta hefðbundna að minna á skotprófum fyrir 1. júlí og tryggja sér leiðsögumenn í tíma. Við ætlum byrjum ekki á þessu og í ár ætlum við að byrja á svæði 1 á Tvörfum og vinna okkur svo niður röðina og endum á svæði 9. Þá bara skellum við þessi gang. Það eru tarfar og 1 og þar voru 90 tarfar í boði. Til umsókna voru 704 á þessum svæði. Og það skýrist þetta nú mestu leyti sjálfsvæntanlega. Sjáum þarna slembutölurnar, lægstu slembutölurnar eru efst, þeir fyrstu sem fá dýr og svo telur þetta niður. Kannski að benda á það sem stendur ekki nafn heldur bara tala í staðinn fyrir nafn, það er þeir sem óska nafnleyndar. Og það kemur, þá er tala í staðinn bara. Þarna erum við komin upp í 90 og þá eru rauðu tölurnar lengst til hægri, eins og stendur fyrir ofan. Fyrsta fólk í biðröð. Svo eins og ég sagði áðan, þá voru, ég kannski gleymdi að taka það fram, það eru 28 á fimmskiptalista
28 á fimmskiptalistanum á þessu svæði. Jæja, þá eru tarfar á svæði 1 komnir og þá færið okkur yfir í Kíknar, þar sem kvótinn er 95 dýr og á því svæði eru 4 á fimmskiptareglunni. Þá fer þetta að rúlla. Þarna fer biðlistinn að birtast. Eins og ég sagði áðan voru það 4 á fimmskiptareglunni á þessu svæði.
Jæja, þetta skot gengur. Færum okkur í tarfana á svæði 2. Þar eru 6 á 5 skipta listanum. Fjöldi umsókna voru 77. Færum okkur yfir í Kýrá-svæði 2 og þar voru einnig kvóti upp á 15 dýr og umsóknir voru 77 þar einnig og þarna er 1 á 5 skipta lista. Það voru í torfunum voru 6, ég held ég hafi gleymt að taka það fram.
Voru dýr á svæði 2, þannig að við flytjum okkur yfir í Tarfa á svæði 3. Þar voru 50 leyfi í boði og 2 á 5-skiptalistanum. Fjöldi umsókna á þessu svæði voru 187. Þetta voru Tarfar á svæði 3 og við færum okkur yfir í Kýrnar sem eru 40, kvóti på 40 dýr. Hér á svæði 3, þar er 1 á 5-skiptalistanum. Og vil ég svo vekja athygli á því og minna á það að fljótlega munu niðurstöðurnar úr útdrættinum vera aðgengilegar á gagnagátt Umhverfisstofnunar. Og eftir helgina verða öllum sendið tölvupóstar og eins fyrir þá sem eru á 5-skiptalistanum og þeir sem eru á biðlista sem fá betri upplýsingar hvar þeir eru staddir í röðinni.
Þá færum við okkur yfir í 4 og 3. Nei, býttu nú við. Ég er að tekka aðeins hérna augnablik á blaðinu hjá mér til að afsakið þetta smá bókhaldsblik hérna, við þurfum ekki að draga aftur, þannig að við erum að fara í Tarfa á 4 svo við höfum þetta að hreina. Þetta voru 9 leyfi í boði. Og fjöldi umsókna á þessu svæði voru 29. Þarna er enginn á 5-skiptareglunni. Svo eru Tarfar á 4 og þá færum við okkur yfir í Kýpnar sem eru 35. Það er sama þarna, það er enginn á 5-skiptareglunni. Nú erum við komin á svæði 5 og ætlum að fara í Tarfana þar sem eru 45 tarfar í boði. Þarna á þessu svæði er 1 á 5-skiptareglunni. Nú fjöldi umsókna á þessu svæði voru 136.
Jæja, þá hefur við dregið úr Tarfa á svæði 5 og vindum okkur í Kýpnar sem eru 35 dýra kvóti á 5 og þar er enginn á umskiptareglunum. Fjöldi umsókna þarna voru 104 þessar 35 kýr. Þá komum við að Törfum á svæði 6 þar sem að 80 dýr voru í boði eru og þar eru 10 af umskiptareglunum. Fjöldi umsókna var 381 á svæðinu.
Þá höfum við dregið út tarfa á svæði 6 og færum okkur yfir í kýrnar. Það eru 25. Fjöldi umsókna á svæðinu voru 71 og þarna er enginn á 5-skiptareglunni. Þá höfum við lokið af svæði 6 og færum okkur yfir á 7 þar sem við byrjum á görðum, þar sem 65 leyfi voru. Svæði 7 tarfar, þar eru 2 á 5-skiptareglunni og fjöldi umsókna voru 203.
Svo voru Tarfarasvæði 7 og það voru kýr á svæði 7 sem eru 110. Þar er einn á 5 skipta lista. Og umsóknir voru 342. Þá færum við okkur yfir á svæði 8. Þetta voru kýr á svæði 7 sem við drógum út núna og byrjum á Törfum á svæði 8 sem eru
22. Þar er enginn á umskiptareglunni. Fjöldi umsókna þessi 22 dýr voru 37. Þá færum við okkur yfir í dýr á svæði 8, hefðbundinn veiðitíma, þar sem 8 dýr eru í boði, fjöldi umsókna 30 og enginn á umskiptalista. Og við höldum okkur í svæði 8, nú eru það nóvemberveiðar dýr og það eru 7 dýr í boði. Fjöldi umsókna þessi 7 dýr voru 41. Þá fer þetta nú að skiptast í annan endan og við erum komin á svæði 9 þar sem við ætlum að draga karfa.
og það eru 27 dýr og einn á fimmskiptalista. Umsóknir voru 54. Þetta voru Torfærasvæði 9 og við færum okkur yfir í kýrnar. Þar eru 10 kýr sem við drögum og þarna er enginn á fimmskiptalistanum. Fjöldi umsókna voru 17 þessar 10 dýr. Nú er þetta allt að hafast hjá okkur. Við eigum bara eftir nóvember kýr á svæði 9 sem eru 17. Fjöldi umsókna var 79.
Jæja, þá er þessu lokið, tengdir útdráttur 2024. Honum er lokið og við viljum þakka öllum fyrir sem fylgdust með og óska þeim heppni til hamingju. Við viljum ítreka að fljótlega verður hægt að sjá inn á gagnagátt upplýsingar útdráttinn, stöðu á biðröðum og fyrir þá sem er á fimmskustareglunni að kíkja á upplýsingar þar. Eins og við sögðum í upphafi að þeir sem fengu úthlutun munu fá fljótlega greiðsluseðla í heimabanka og skulu greiðast fyrir 15. apríl. Ég held við segjum þetta bara gott í bili og verið sæl.